Þetta yfirferð á verkefni 5 í meðferðum 2 árið 2021. Verkefni styrst það að setja upp React App með Create React App sem að birtir fréttir frá RÚV og við höfum sem sagt hérna gefið eitthvað útlit þar sem við erum að sækja fréttir í gegnum proxy þjónustu sem að les í raun bara nýjustu fréttirnar á RÚV eftir flokkum, leyfum okkur að velja ákveðin flokk og í raun birta þá allar fréttir í þeim flokki og farið tilbaka. Gögnin koma úr RSS feedi sem er skaffað af RÚV, en RSS er XML form sem að ef við opnum hérna, skoðum hvernig þetta lítur út, sem er í raun skilgreint hérna, eitthvað XML, RSS stendur fyrir Real Simple Syndication og er leið fyrir vefið til að skaffa þessi XML feed sem er með upplýsingum hvað hefur breyst, sem þetta þýðir þá að í staðinn fyrir að ég þurfa alltaf að fara inn á RÚV til að er komin í frétt, þá get ég beðið þetta RSS feed og þar fæ ég í raun bara nýjustu fréttirnar bara efst og í raun allar breytingar þar á milli, og þetta er í raun hægt að nota til að fylgjast með mjög mörgum vefjum, bloggum, alls konar í einu og án þess að þurfa að fara og skoða hvern vef, og er í raun rosalega sniðug tækni sem var rosalega mikið notað hérna í gamla daga. En allavega við notum þetta RSS feed og hér er gefin svona RSS API proxy sem að breyti þessu RSS yfir í JSON sem við ætlum að nota, en aukalega þá geymir þetta gögnin í kassi og hefur möguleika á því að búa til villur og seinagang, og það er gefið hérna bara eitthvað líkur á því að það verði seinagangur upp á 750 til 3000 millisekundur og einhverjar líkur á því að það komi í raun villa, 10% líkur að það komi upp villa og 50% líkur að það komi upp hægagangur. Þannig að þetta er raun til þess að við getum tekið afstöð til þess, við passum upp á það að við birtum í raun eitthvað state, eitthvað loading state, eitthvað error state og svo eitthvað success state þegar allt gengur eftir og seinagangurinn er búinn. En það er sett gefin hérna þessi source kóði að þessu, og ef við skoðum hann þá er hann hérna og það er svo sem ekkert sérstaklega yfir hann, en það eru notað hérna pakki sem heitir bara RSS parser og við bara og node fetch og við sækjum bara það feed sem við ætlum að sækja, við parsum það, þannig að það þýðir að við fáum út úr XML-inu þetta hérna, þessi parser hér, hann kann á XML og notar einhvern XML pakka í sínu dependencyum sem skilur okkur síðan einhverju feedi sem við sendum yfir í feeds hérna, og við fáum svo sett hérna cast feeds file sem er þá í raun annarkvort hérna feedið okkar eða skjalið. Við erum með hérna slóð á alla straumana, þannig að sem við búum að gera hérna er að taka þennan lista og skrifa hann upp í JSON til þess að við geta gert alla þessa strauma hérna aðgengilega, þannig að þetta er bara nákvæmlega sömu slóður hér, bara teknur inn hérna. Þannig að við bjóðum upp á það að sækja yfirlit yfir öll þessi feed og síðan að fá eitt stakt feed. Og hér er bara verið að vinna með þetta, það er verið að vinna með það að taka hérna öll feedin sem kom inn, búa til JSON úr gögnum sem koma úr RSS-inu, setja það hérna inn í, búa til eitthvað children ef það á við og í raun á endanum skila því, og svo er í raun verið að nota hérna þetta delay probability og error probability til að skila hérna einhverju random error ef það kemur upp, og random error á sér stað hérna sem þegar við sækjum feedið á að vera delay, á að vera villa, ef svo þá veitum við hérna með því að slípa sem er bara set timeout í einhvern ákveðin tíma. Annars þá í raun birtum við bara JSON-ið sem er niðurstaðan úr því annarkvort að fá
yfirlitsskrána eða að fá stakt feed. Við erum með kass hérna úr Redis, hérna er þetta gert rétt, sýnlistunum verkunum 4 var með þetta ekki alveg hárrétt, og í app voða lítið að gera fyrir utan það að við erum að setja hérna CORS-headerana fyrir vefinn sem leyfir þá öllum öðrum vefjum á internetinu að búa til fetch requestu á client yfir á þennan vef til þess að sækja þessi gögn. Ef þetta verður ekki til staðar þá myndum við fá CORS-villu þegar við myndum reyna að sækja þetta á í appinu okkar, svo React appinu en ekki þessu. Já, það er ekki mikið annað að vera hér, en það sem við getum verið gert á meðan við erum að vinna þetta og er þægilegt í raun að vera ekki að nota einhvern vef sem einhvers staðar út í heimi á meðan við erum að vinna þetta locally hjá okkur, er að við getum keyrt þetta project hjá okkur hérna, þannig að við getum fengið það hérna bara á porti 5000. Við getum gert bara npm dev og þetta þá startar þessum server okkar hérna, þannig að við fáum hérna hugsanlega eitthvað random delay, random error. Við erum hérna í app og það er eitthvað hérna með feeds router, svona einhver null-villa sem nú reyndar eitthvað skrítið. Allavega við höfum fallbackið að nota bara það sem er að keyra á servernum. En það sem þá getum við gert er að breyta þessum hérna breytum bara með því að breyta þeim hérna og segja bara eitthvað, ok, ég vil bara að það séu bara 100% líkur á því að ég fái seinagang, eða ég vil ekki fá villur því ég er búinn að koma þá, það er orðið pirrandi að lenda í þessu, eða ég vil bara alls ekki heldur að það komi neitt seinagangur. Þá getur bara vist að þetta, restarta servernum og keyrt aftur og nú er þetta komið hérna, þannig að núna keyrir þetta bara 1, 2 og 3 og ég get farið hérna og segja / allar, þá fæ ég bara allar fréttinar og svo ef ég set hérna í svona og restarta, þá fæ ég hérna bæði seinagang, já ég fekk villu sérstafan, ég fæ 0. Nú fæ ég bæði seinagang og villu í 100% tilfella sem er alls ekki skemmtilegt. Þannig að ef við setjum þetta hérna svona, bara í það sem var gefið upprunalega og lokum þessu síðan og skoðum síðan sýnilistina, þannig að við erum hérna bara með eitthvað source, við erum með þetta útlit og við förum þá hérna í env og ég erum í raun hérna með þá 2 leiðir til þess að vísa í þetta. Þannig að hérna erum við að vísa í það sem er að keyra á servernum og hérna höfum við það sem er að keyra locally hjá okkur. Þannig að við kommentum það og kommentum þetta, keyrum síðan hérna npm start sem kveikir þá create react app. Þetta er bara algjörlega grunn útgáfa af create react app og hér í raun erum við síðan að tala við þá, þannig að við opnum hérna network tabinn og keyrum þetta upp aftur. Þá fáum við núna hérna villu á það að fara á localhost 5000, fengum hérna 500 internal server error og við brugðumst við því og sögðum mér hérna gat ekki sótt fréttalista, keyrum aftur og þá sjáum við núna að við erum að keyra hérna fyrir rótina, við fáum eitthvað tilbaka sem eru þá hérna responsið er í raun JSON objektin með gögnunum og síðan keyrum við í raun fyrir í raun alla þessa yfirflokka hérna, við erum ekki að hugsa þessa children flokka. Þá erum við að keyra að sækja þessi gögn og sjáum hérna komið upp 500 villa og ef við reloadum þá sjáum við að það er einhver hægagangur hérna og núna erum við sjáum við þetta. Þannig núna ef við varum búin að vinna á því, hefum byrjað á því að hérna að vinna og birta hægaganginn og villurnar og við nennum ekki að bíða eftir því að það gerist að handahófið, þá getum við bara gert svona, restarta hér og hoppa síðan aftur hérna og núna vitum við að þetta verður bara alltaf í lagi. Þannig getum við komið í veg fyrir það að við verðum að fá einhvern, þetta verður svona death by 1000 cuts. En ef við skoðum þá hvernig React lausnin er, að hérna erum við með bara alveg
staðlað create React app nema það er búið að bæta við hérna prop types og það er búið að bæta við React router og annars þetta bara alveg eins og kom af bellinni. Búin að segja hérna hvað með env. Í public við í rauninni ekkert að gera neitt með hérna bara búið að strýpa alveg niður öll kommentin sem fylgja með í grunninn. Útlit bara skjáskot af útlitinu þannig að allt í rauninni hérna inn í source og við höfum þá í rauninni grunninn þetta index map hérna index.js skjal og hér er sett út utan þetta eitthvað frá create React app sem segir að við séum að vinna í strict mode sem gefur okkur fleiri React exotic component sem gefur okkur fleiri villur þannig að við fáum fleiri warnings og villur í development mode. Síðan setjum við routerinn hérna utanum og hann við að sækja úr React router DOM þannig að þetta í raun svona að umlíkja allt appið okkar og leyfa okkur að nota aðferðina sem React router býður upp á til þess að búa til routingkerfið okkar. Síðan við að importa hérna einhverju grunn CSS. Grunn CSS bara það sama og kemur frá create React app. Það setur letugerðin okkar og eitthvað dót. Og síðan í app.js við með þá svona vefun okkar. Þannig að við í raun með eitthvað layout component hérna sem að fer þá hérna utanum allt appið okkar. Að við skoðum hérna þá erum við með hérna browser router hérna. Svo erum við með router provider, router history provider og þetta í raun þetta sam pattern og við vorum að skoða í React React context. Þannig hérna höfum við í raun children og value og þetta í raun það sem notað til þess að í raun vita hvar við erum. Þannig að allt appi geti náð sér í og konsúma hérna þessar þennan provider hérna og vita í raun á hvaða route við erum og breytta routinu. En hér höfum við layoutið okkar og layoutið okkar inn í þetta switch sem að leyfir okkur inn að birta hvað á að birta með við með við routu sem við erum á. Og switchið þá þannig að það athugar hérna erum við á nákvæmlega slash þá birtum við index síðun okkar. Erum við á nákvæmlega eitthvað sem slash id sem bara eitthvað hérna með þetta getur verið foo eða allar eða whatever og þá ætlum við að birta fréttasíðun okkar. Annars ætlum við að birta not found fyrir allt annað. Þannig að þetta leitar að fyrsta matchi og exact þá fyrsta match hérna. Ef við verum ekki með exact þannig að þetta alltaf tryggjara út af því að alla síðunar okkar byrja á slash. En þetta velur hvað á að birta fyrir appið og setur upp layoutið utan alla síðuna. Þannig að layoutið fyrir alla síðuna sett hérna í layout.jsx og þar við bara búið til hennan header, búið til main og búið til footer. Þannig að þetta svona bara þetta svona klassíska. Ef við varum að gera þetta í AUS templates þá var þetta eins og main template okkar þannig og svo varum við að importa header og footer og birta eitthvað hérna í miðjunni. Síðan við með eitthvað örlítið CSS hérna og við erum að nota SCSS eða SAS og nota nesting hérna til að bara setja eitthvað upp. Síðan það hitt sem við vorum að gera var velja hérna þannig að við skoðum index síðan okkar þá var það hérna inn í pages og það struktúrun þessu var svolítið settur upp til þess að herma eftir því sem við skoðum síðan í verkefni 6 fyrir next. En það mjög góð venja að setja upp einhverja svona síðukomponenta sem þá að vinna með síðuna sem heild og að sækja eitthvað hérna eins og hérna þurfum að fá parametrinn fyrir hvaða fréttaflokk við erum að biðja og senda það sen inn í komponent og hérna fyrir not found þá bara að birta síða farstykki. En við sjáum þetta betur í verkefni 6 þar sem við erum að aukalega sækja gögnin hér en í þessu tilfelli þá erum við að svona kannski aðeins að taka svona styttri leið ég veit ekki, bara aðra leið sem við erum að láta þessa komponent að sækja gögnum sér sjálf. Ef við skoðum aftur hérna hvernig þetta newslist komponent virkar þá höfum við það hérna undir newslist þannig að þetta bara 3 komponentar í heildina. Newslist þá að sækja hérna news component þannig að hann að nota sama news componentin og fyrir stakafrétt og það aftur eitthvað CSS hérna sem að förum ekki sérstaklega yfir það bara, við erum að nota flexbox til þess að láta þetta
raðast upp á skjánum hérna. Síðan erum við að sækja hérna úr environment breytunni, API urlið, og ástæðan fyrir þetta hérna React App _ API url en ekki bara API url út af því að við varum með eitthvað eins og í verkefni 4 þar sem við vorum, nei í verkefni 4 þar sem við vorum að deila server og client. Ef við varum með einhver environment breytu sem að væri með einhver lindamál eins og API lykla eða lykilorð eða eitthvað svoleiðis, að þá væri auðvelt fyrir okkur að setja óvart eitthvað svona sem að væri eitthvað sem ætti ekki að vera aðgengilegt á clientum. Af því þessi hérna gögn, út af því að þetta allt client-side renderað, aðgengilegt í þessu hér. Þannig að ef við myndum fara bara að skoða hérna inn í bara þú veist hvað að koma hérna frá sörnum. Við myndum skoða bundlinn, við myndum leita hérna að API url, þá finnum við þetta sem í einhver lindamál. Þetta ekki rétt staður sem við leita, en allavega á þeim stað þar sem við varum með þetta, að þó svo að við myndum halda að væri ekki, þá gætu við farið í gegnum hérna langa kompilaða hérna bundle sem við fáum frá hérna React, og einhvers staðar inni hérna í raun allt það sem við skilgrunum. Allir komponentur okkar kompilaði niður í það hérna þá útgáfu sem við viljum styðja í raun, sem þá í raun einhver útgáfa af JavaScript. Og saman væri ef við vorum að nota TypeScript, þá væri þetta hérna einn compile útgáfa af JavaScripti sem birt. Þannig að það ástæðan fyrir því að við erum með þetta React app fyrir framann, sem í raun á að vera bara svona signal það að þetta eitthvað sem í React appinu. Og þetta sama við erum að nota, og í Next, sem við erum með Next _ public _ fyrir þessar sömu breytur. En allavega, það sem við gerum síðan til þess að birta í raun þessi gögn að við erum með þessar 3 state hérna sem við erum að halda utan sem eru 2 state þannig séð. Við erum með loading stateið okkar, við erum með villu stateið okkar og við erum svo í raun með þær fréttir sem við erum búin að sækja. Og error stateið í raun null í byrjun, og því að ef það ekki null, þá getur það verið einhver skilaboð. Loading stateið okkar boolean og það í raun grunninn false. Fréttindur okkar fylki af fréttum og í grunninn tóma fylkið. Það sem að segja gerist þegar við kveikjum ekki, þegar við heimsækjum þessa síðu, í raun að use effect hérna mun keyra, og það mun keyra nákvæmlega einu sinni út af því að við skilgreinum hérna dependency array sem tómt. Því í raun þetta hefur ekkert dependency og keyrir þar alveg bara einu sinni. Og það sem það gerir í raun að keyra þetta fetch data, og það þarf að keyra hérna út af því að svo við getum keyrt asynchronous fall inn í use effect. Og það sem þetta asynchronous fall gerir í raun að byrja því að hérna setja loading stateið okkar í true, setja villin okkar í null. Þannig að þetta kallast á við verkefni 4, þar sem við vorum í raun að byrja á því að núllstilla stöðuna hvernig sem hún var áður, hvort sem það var villa eða við vorum bara með eitthvað, bara núllstillum stöðun okkar í, við erum að fara að sækja gögn. Búum hérna til breytu fyrir gögnum sem JSON sem við fáum tilbaka frá fetchinu okkar, fetchum frá API url, þegar við erum bara að sækja grunninn til þess að fá í raun yfirlitið. Ef það ekki ok, þá þróum við hérna not ok, og þá færi það hingað yfir í þetta set error og returnum hérna, að því við viljum í raun ekki keyra þetta hérna. Úps, það er svona console sem átti ekki að fylgja. En annars þá köllum við í result.json sem skilur okkur þá JSON-gögnunum frá þjónustunni. Við setjum síðan að fréttirnar okkar inn í þessu JSON, og út af því að við vitum í raun hvernig gögnin koma, við vitum bara að þetta fylki af fréttum. Við erum í raun ekkert að sorta það, við erum ekkert að gera eitthvað nánar, þannig að ef við myndum alltaf vera að skila einhverju öðru, þá lendum við í vandræðum. En við setjum þetta bara sem fréttirnar okkar. Þannig að það sem gerist hérna að það set loading sett sem true, og við býðum hérna eftir þessu hér alveg þá til að það sett sem false hérna í finally, sem keyrir hvort heldur sem að træið okkar gangi eða hvort við förum í katsið. Það sem gerist þá í raun og það React renderar út
hérna sem sagt komponentinn á meðan, þannig að leið og þetta gerist, eða ekki leið og bara mjög stutt eftir að þetta hérna er keyrt sem set loading true, þá förum við hérna og þá fáum við þetta sæki gögn upp og svo þetta keyrt, það kemur villa, þá fáum við error, þá byrtum við hérna error. Annars, þá ef það er hvorki error, nýja loading, þá byrtum við gögnin og þá tökum við hérna og setjum lista utanum sem er bara fyrir flexboxu okkar, möppum síðan yfir fylkið okkar, fáum hérna eitthvað item úr þessu news, það með title, það með ID og svo það hérna með þetta all news URL sem þá einhver optional parameter sem fer hérna inn, sem hérna optional, og síðan eitthvað limit sem segir þá bara hversu margar fréttir á að byrta, það bara þessar 5 fréttir sem byrtar hérna. Og það ekki flóknara en þetta tekur sérst ekki við neinum propsum, en news hins vegar gerir það. Þannig að maður aðeins meira að vera hérna og við erum að nota hérna prop type, þetta að skilgreina hvað þessi props sem þá sendin hérna og hérna. Þannig að við sjáum að þau eru ID, string is required, all news URL, það ekki required og það strengur, og limit sem ekki required og það number. Hérna eitthvað gamalt frá fyrir útgáfa þessu sem áttu að vera. Við segjum að þetta limitið okkar þá út af því að það ekki required, þá það -1 í byrjun. Og það tekið, það gert hérna fyrir neðan. En það sem við gerum hérna bara mjög svipað á það sem var áðan. Við sækjum urlið, núna reyndar tökum við ID-ið sem þá sent inn. Þannig að við förum í flokk hérna sem allar fréttir. Þá ID-ið hérna allar. Og þá búin til url sem með allar hér og API urlið okkar sem við lesum úr environmentinu hér. Og þá það localhost 5000 / allar, eða hvort heldur sem þessar breytir eru. Sækjum þessi gögn, erum í hérna loading state og erum með þetta not found state hérna líka. Og ef við fáum statusin tilbaka 404, þá segjum við þetta fannst ekki, þetta til að geta gripið þetta hérna case, síðan fannst ekki sem þá set not found, þá hérna if not found, þá skilum við not found síðun okkar. Við getum skilað síðunni hér, að það nákvæmlega það sama eins og við höfum skilað síðunni hér, sem nákvæmlega sama eins og þegar við skilum henni bara hérna. Þannig að við að skila þessu út úr komponentum. Síðan ef við fáum þá 200 OK eða 200 niðurstöðu, þá tökum við JSON-ið, setjum JSON-ið hérna sem news itemið okkar og hér höfum við dependency á ID, sem því þá ef ég hérna og ég segi þetta og ég geti hérna, ég fer hérna og ég geti á þetta hér. Ég væri til dæmis með 2 svona gaurar hlið við hlið og þá þau með mismunandi ID og ef ég verður með takka sem segja skipta yfir í allar eða skipta yfir í bla 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 eitthvað, að þá myndi ég senda nýtt ID hérna sem prop og við það þá pikkar upp í raun þetta dependency management hérna í useEffect sem myndi þá keyra þetta aftur og sækja ný gögn. En svo aftur hérna, ef það kemur við fylla og segjum við það, eða við erum að loada og segjum við það. Hérna ef við varum í raun að gera eitthvað svona, einhvern fínni vef, þá myndum við ekki verið með eitthvað svona ljótan streng, heldur við varum með eitthvað svona loading animation, við varum með cirka formið á gögnunum sem kemur tilbaka, þannig að við varum með boxið allt hérna, þannig að við förum tilbaka á þannig lista og vitum að boxin öll cirka svona há að þegar við erum með 5 item, þannig að við getum í raun verið með tóm og það getur verið svona, já, eitthvað. Þangað til að gögnin eru hérna loaduð og þá fáum við ekki svona hopp í viðmótið okkar. En síðan förum við í rauninni gegnum þetta hérna. Ef það limit stærri en 0, sem ekki default -1, þá slæsum við, tökum fyrstu stökin úr arrayinu. Annars þá erum við bara að birta öll stökin. Ef það vill svo til að það eru bara enga fréttir í þessum flokki, þá segjum við bara enga fréttir. Þá segjum við hérna ef við erum með news item og við erum með titil, þá tökum við titilin úr flokknum sem þá í rauninni þessi hérna. Og síðan ef við erum með þetta all news URL, þá erum við með allar fréttir link hérna tilbaka hérna. Ef við erum ekki með það, þá erum við að segja að við séum á
detail síðunni og þá byrtum við tilbaka og höfum þetta hérna í fætinum á þessu og byrtingin á hérna fréttunum er hérna bara að byrta link yfir á yfir á RÚV segir og svo titilin á fréttinni. Þannig ef við smillum hérna þá förum við yfir á RÚV. Þannig að þetta er ekki stórt þannig séð og það sem við nýtum hérna er þetta það að geta endurnýtt sama komponentin hérna til þess að birta bæði hér og svo hér sem er svolítið svolítið kostur í React að við getum sniðið komponent okkar að því sem að þeir þurfa að geta gert þó svo þetta sé kannski svolítið svona naív dæmi að þá er þetta samt þannig að við getum raða eða svona komið verkefnum okkar þannig upp að við getum allavega að funda eitthvað sem er sameiginlegt þarna milli þess að tveggja og hérna getum við einfaldað þetta jafnvel enn frekar með því að búa til eitthvað svona hjálparhúk sem við myndum sjá það að sækja gögnin fyrir okkur svona að það er kannski óþarflega flókið í þessu tilfelli en þetta er verkefni 5.